Geturðu sagt okkur frá því hvernig þér var innanbrjóst þegar það var tilkynnt að þú værir í HM hópnum núna? Það var mjög gaman. Ég fylgdist með þessu og ég fekk reynda skilaboð áður en hópurinn var gefinn út og mikil ánægja og sem að, já, ég var mjög mikil léttir eiginlega þar sem að ég var svona, mér fannst ég sjálfur vera alveg svona á báðum áttum og þessum undan á hefur gengið náttúrulega og þannig að já, mjög mikil léttur og mjög gaman og stoltur. Hvernig meturðu svona þína stöðu og þína leikæfingu komandi inn í HM hópinn núna? Bara þokkalega vel. Ég er búinn að vera að spila þokkalega mikið með Malmö og líður vel inn á vellinum og komið með sjálfstraust og þannig að mér hlakka bara til að fara til Rússlands. Það var svona, hvað getur þú sagt, þetta hefur kannski ekki gengið alveg nákvæmlega eins hjá þér í atvinnumennskunni eins og þú hefur hugsanlega viljað, ég svona kannski bara að giska á, en ertu sáttur við svona hvernig þessi núna komandi aftur til Svíþjóðar, ertu sáttur með það? Já, eins og ég segi, það senast 1,5 ár hefur ekkert verið til að hrópa húrra fyrir. En ég kom tilbaka til Svíþjóðar þar sem mér líður vel og mér og kærastinu líður mjög vel í Malmö og vel tekið á móti okkur og þannig að nú er þetta bara upp á við. Og náttúrulega auðvitað er stefnan að koma af stað hjá enn stærra liði, er það ekki alltaf hjá atvinnumönnum? Jú, algjörlega, maður vill sjá hversu hátt maður kemst og ég reyndi það áður og það gekk ekki alveg, þá tekum við bara 1 skref tilbaka og tekum við svo 2 skref fram á við. En að HM draumi Íslendinga, þetta er stærsti fótboltaviðburður Íslandssögunnar að komast á HM. Hvernig leggst þetta verkefni í þig? Mjög vel, eins og ég sagði áðan. Ég er mjög stoltur að vera partur af þessum hóp sem er að fara til Rússlands og við höldum áfram að skrifa sögu íslenska fótbolta og vera partur af því er frábært. Þú hefur, við getum sagt að sé búið að vera svona ekki kannski besta ástand á mörgum lykilmönnum í hópnum. Hvernig leggst það í því? Ég get sagt okkur að þið þurfa ekki á áhyggjur. Menn eru klárir og það verða allir klárir í fyrsta leikum út Argentínu. Hvernig meturðu möguleika Íslands í þessu móti? Þokkalega. Erfiður riðill eins og flest kannski allir, en eins og ég segi, við teljum okkur alveg að möguleika á því að fara upp og við erum ekki hræddir við að segja það held ég út á við að við ætlum okkur upp en eins og ég segi, erfiður riðill en doable. Þú átt skemmtilega minninga frá Evrópumótinu, segðu okkur aðeins frá því þegar þú skoraði glæsilegt mark þarna. Já, það var skemmtilegt í Frakklandi og skemmtilegt að fá að skora mark líka og vera ennþá meiri partur af þessu. En jú, EM var frábært en það er HM núna framöndan sem við leggjum fókus á. Og vinuðum Samúel Kári, Keflvíkingur í hópnum líka, það er skemmtilegt líka? Já, mjög gaman. Ég var mjög ánægður þegar ég fekk að heyra að Samúel væri með og hann stóð sig mjög vel og með landsliðinu áður þegar hann var búinn að vera með okkur og ég hafði trú að hann myndi fara með og mjög ánægður með það og það verið gaman hjá okkur.